Góðan daginn, ég sit hér 38. fund bæjarstjórnar, haldinn í bæjarstjórnarsal 5. 27. júní 2025 og hefst hann hér klukkan 17:04. Fundinn sitja Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, Viktoría Líf Ingibergsdóttir, Þórhildur Eyþórsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson sem hér stendur, Ragnar Már Ragnarsson, Haukur Garðarsson, Heiðrún Höskuldsdóttir, útsendingu stjórnar Jón Sindri Emilsson og fundargerð ritar Hrefna Gissuradóttir og fundinn situr einnig bæjarstjórinn okkar Jakob Björgvin. Þá hefjum við bara dagskrá. Við erum hér með 18 liði. Bara fyrsti liður, skipulagsnefnd, lögð fram fundargerð 30. fundar skipulagsnefndar og lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér ljós, þá það annar liður, bæjarráð, lögð fram fundargerð 34. fundar bæjarráðs, orðið laust. Enginn kveður sér ljós, þá það þriðji liður, fundargerðir Samband íslenskra sveitarfélaga, lögð fram fundargerð 981. fundar stjórnar sambandsins frá 13. júní 2025 og fundargerð 982 fundar stjórnar sambandsins frá 16. júní 2025 og lagt hérna fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér ljós, þá það fjórði liður, fundargerðir Breiðafjarðarnefndar, lögð fram fundargerðir síðustu fundar Breiðafjarðarnefndar og orðið laust. Og Ragnar Már Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég var nú bara verið að viðurkenna, ég var rétt að byrja að blaða í gegnum þessa fundargerði núna en ég sé hérna að á 230. fundi nefndarinnar að þá verið að hnippa í sveitarfélagið út á Jónsnesi og Búðanesi og þeir vitna hérna í lög Breiðafjarðarnefndina. Það verið gaman að vita, segjast hérna verið búin að senda fyrirspurnir til sveitarfélagsins og það hafi verið svarað varðandi Jónsnesið en samt ákveðið að senda formlega fyrirspurn. Það verið gaman að heyra hvað í hverju þessar athugasemdir felast og hverju hefur verið svarað til nefndarinnar. Takk. Takk fyrir Ragnar Már og orðið enn laust undir fjórða lið, fundargerðir Breiðafjarðarnefndar. Einhver sem getur svarað þessu. Jakob Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, var þetta Jónsnes, ef ég man þetta rétt, þá var þetta eitthvað hjallur sem var endurbyggður í Jónsnesi og gerir á fyrir að byggingafulltrúi eftir atvikum skipulagsfulltrúi svarið þá Breiðafjarðarnefnd hvað það varðar og skipulagsfulltrúi með hitt málið var þetta Búðanesið í vinnslu síðast rífisi, ég veit bara ekki hvort að þessi búið svaraði formulega eða ekki. En það snýri þá að þessari tengingu sem voru gerðar niður í Búðanesið síðasta haust, ef ég man það rétt, ef þetta þar. Takk fyrir þetta og orðið enn laust undir lið 4 og Ragnar Már, gjörðu svo vel og skemmtir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það hefur svo sem spurst út að það væru einhverjar framkvæmdir í Jónsnesinu og svona samkvæmt lögum að þá eiga erindi sem að koma inn eru ekki á deiliskipulagi þá eiga þau að fara beint til skipulagsnefndar. Þar hafa verið framkvæmdir, ef ég skil þetta rétt, að hafa verið framkvæmdir þar sem að eru einhvers konar baðhús og eitthvað sólpallur og eitthvað svona dóttir í. Skiptir svo mikið máli hvað það er, en
klárlega ætti svona erindi að koma inn til skipulagsfulltrúa sem metur þá hvort þetta uppfylli aðalskipulag sveitarfélagsins. Þannig að ég vona að bæjarfulltrúi sé ekki að fá spurningar út í bæ hvað sé í gangi og það sé byggingafulltrúi sem að afgreiði þetta, sem að eðlilega afgreiði bara mál sem eru samkvæmt skipulagi, en þegar það ekki til skipulag að þá ætti málið að koma inn á borð í það minnsta skipulagsnefndar og þá fá samþykki á bæjarráði. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már, og orðið enn laust undir lið 4. Fleiri sem vilja kveða sér ljós. Þá höldum við áfram. Þá það liður 5, erindi félags atvinnurekanda til sveitarstjórnar, lagt fram erindi félags atvinnurekanda til sveitarstjórnar og lagt fram til kynningar og orðið laust undir lið 5. Og enginn kveða sér ljós. 7. liður, ársskýrsla Rarik 2024, lögð fram til kynningar ársskýrsla Rarik fyrir árið 2024 ásamt bréfi til bæjarstjórnar. Orðið laust undir lið 6. Og enginn kveður sér ljós. 7. liður, reglur sérstakan húsnæðisstuðning og fjárhagsaðstoð. Lagð fram endurskoðaðar reglur félags- og skólaþjónustu Snæfellinga sérstakan húsnæðisstuðning og drög að reglum fjárhagsaðstoð. Bæjarráð samþykkti reglurnar á 34. fundi sínum og vísaði þeim til fyrri umræðu í bæjarstjórn og orðið laust undir 7. lið. Bæjarstjórn vísa reglunum til síðari umræðu. Hver eru samþykkið því? Það samþykkt samhljóða. 8. liður, reglur sveitarfélagsins Stykkishólms tónlistarnám utan lögheimilis sveitarfélags. Á 24. fundi bæjarráðs var samþykkt að útbúnar verði reglur kostnaðarþátttöku sveitarfélagsins vegna tónlistarnáms utan lögheimilis sveitarfélags áður en umsóknir verða teknar til afgreiðslu. Með vísan til afgreiðslu bæjarráðs lögð fram tillaga að reglum sveitarfélagsins Stykkishólms tónlistarnám utan lögheimilis sveitarfélags. Bæjarráð samþykkti á 30. fundi sínum uppfærða reglur sveitarfélags Stykkishólms tónlistarnám utan lögheimilis sveitarfélags og vísaði þeir til staðfestingar í bæjarstjórn. Bæjarráð lagði jafnframt til við bæjarstjórn að heildarupphæð niðurgreiðslna verði kr. 750.000 fyrir haustönn 2025 og orðið laust undir lið 8. Og enginn kveður sér ljós. Bæjarstjórn staðfesti reglur sveitarfélagsins Stykkishólms tónlistarnám utan lögheimilis sveitarfélags. Hver eru samþykkir því? Og það samþykkt samhljóða. Bæjarstjórn samþykki jafnframt tillögu bæjarráðs að heildarupphæð niðurgreiðslunnar verði kr. 750.000 fyrir haustönn 2025. Hver eru samþykkir því? Það samþykkt samhljóða. 9. liður, skógarplöntur í Stykkishólmi. Lagt fram minnisblað skipulags- og umhverfisfulltrúa útplöntun á birki, elri og furu í sveitarfélaginu. Bæjarráð samþykkti á 30. fundi sínum fyrirliggjandi áform gróðursetningu og lagði áherslu á að hafa samráð við íbúa þar sem við á. Afgreiðsla bæjarráðs lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið laust undir lið 9. Og enginn kveður sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkir því? Það samþykkt samhljóða. 10. liður, lóð R1 í Víkurhverfi. Lagt var til á 30. fundi bæjarráðs að lóðin R1 í Víkurhverfi verði auglýst laus til umsóknar með það að markmiða að umsækjandi sækjum til sveitarfélagsins heimild til uppbyggingar á lóðinni á grunni grein 4.2 í lóðareglum sveitarfélagsins með þeirri forsendum að miðað verði við 600 fermetra byggingamagn sem gatnagerðargjöld taka með af. Bílastæði snúa Borgarbraut og íbúðir verði alltaf 4 með bílskúrsheimild. Forgangsröðun úthlutunar til áhugasamra aðila skuli byggja á grein 4.2.2 í lóðareglum sveitarfélagsins. Bæjarráð samþykkti á 30. fundi sínum að auglýst verði eftir áhugasömum aðila til samtals uppbyggingu á lóð R1 í Víkurhverfi og í kringum Móvík, aftan R1, sem getur orðið grundvöllur að lóðarúthlutun á grunni tillögunnar í framhaldinu. Afgreiðsla bæjarráðs lögð fram til staðfestingu í bæjarstjórn og orðið laust undir lið 10.
Ragnar Már hefur óskað eftir taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég verð að viðurkenna að ég hef verið mjög hugsi yfir þessu á úthlutalóðinni, bara svona klift og skorinort, bara eins og er lagt til þarna í þessari tillögu. Það er væntanlega ástæða fyrir því að lóðin er teiknuð svona eins og hún er. Með því að snúa þessu svona þá erum við að fá töluvert mikla umferð, eða hvað ég að segja, bílastæðin munu snúa í átt að Borgarbrautinni, svo sem eins og er fyrir ofan, en þar er gatan mjög breið, húsin sem voru byggð þarna 80 eða 85, kannski ekki alveg til fyrirmyndar á svona stoppgötu, en menn voru kannski ekki alveg að hugsa til 2025 á þeim tíma. Stækkun á eftir að verða töluverð, við höfum eftir að fara hvað ég að segja norðaustur fyrir núverandi hverfi og ætla að fara að bakka inn í stoppgötu þarna frá þessari lóð. Finnst mér bara ekkert sérstaklega góð hugmynd. Fyrir utan það að ég held að við komumst ekkert hjá því að ef það var að fara að úthluta þessari lóð og breyta eitthvað skilmálunum í kringum þetta, þá verður það ekki öðruvísi gert heldur en með deiliskipulagsbreytingu. En svo er reyndar talað að uppbyggingu á lóð R1 í Víkurhverfi og í kringum Móvík aftan R1 getur orðið grundvöllur á lóðarhlutun. Ég meina að það er spurning, af hverju förum við þá ekki bara í deiliskipulagsbreytingu ef það er einhverjar lóðir á þessum hluta fyrir aftan R1 sem eru óbyggilegar, af hverju förum við ekki bara í endurskoðun á deiliskipulaginu? Og þá þessi lóð inn í þeim pakka. Þessi tillaga sem fylgir þarna með, ég veit ekki hvaðan hún kemur og hvort þetta kemur eitthvað tillaga innan hús eða hvað, og skiptir svo sem engu máli. Með því að snúa lóðinni svona þá er spurning hvernig verðum við áframhaldandi vinnu á deiliskipulaginu á bakvið. Þarf að taka sérstakt tillit til þeirra sem eru þarna af því að þeir eru með útsýni í dag, en það á eitthvað aðlaga deiliskipulagi þá að þessari lóð. Ég skil mjög vel, þú veist, að það sé menn vilji reyna að nýta lóðina en aðkoman að Borgarbrautinni er bara ekki góð. Þannig að ég held að væri gott að fara hreinlega bara í deiliskipulagsbreytingu og svo bara lóðin auglýst. Þegar maður svona les hennar texta þá fær maður á tilfinninguna að það sé ykkur áhugasamur búinn að koma og það sé verið að sníða þetta í kringum ykkur hugmyndir hjá ykkurum. En númer 1, 2 og 3 þá förum við í deiliskipulag. Það öðruvísi úthlutuð ekki lóðinni. Ég held að það sé alveg ljóst. Þannig að deiliskipulagsbreytingu, ég myndi alveg styðja hana og þá tekið tillit til umferðaröryggis og annað en eins og þessu stilt upp þarna að þá finnst mér þetta ekki góð hugmynd Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már. Orðið er enn laust undir lið 10. Þeir sem vilja kveðja sér ljós. Jakob Björgvin, gjörðu svo vel. Já, forseti, svo bara til áriðtingar og upplýsingar þá er ekki verið að tala hér að samþykkja tillögunum sem lá fyrir bæjarráðsfundinum, heldur var það ný samþykkt sem var samþykkt í bæjarráðum og auglýsa eftir áhersum aðalum til samtals. Og það eiginlega sú afgreiðsla sem liggur þá fyrir þessu fundi hér, en ekki í rauninni úthlutun eða auglýsa lóðuna laust úthlutunar á þessu stigi máls. Takk fyrir þetta, Jakob, og orðið er enn laust undir lið 10 og Ragnar Már hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, nei, ég gerir mig fulla grein fyrir því að það ekki verið að úthluta lóðina á morgun, en
það þetta varandi deiliskipulagið og aðkoman að lóðinni og umferðaröryggið sem ég finnst að við verðum að skoða. Ég meina að taka samtal við einhvern áhuga saman aðila, allt í góðu sko, en deiliskipulagsbreytingin þarf alveg klárlega að fara fram og grenndarkynning finnst mér ekki koma til greina sko. Þetta það stór breyting að og ég veit ekki fyrir hverjum þá ætti að fara í grenndarkynningu sko. Það Skipavík sem á húsinu hinum megin við eða þetta það stórt mál finnst mér að þetta eitthvað sem að sveitarfélagið á að taka skarið og skoða mjög vel áður en að kannski svona formlega viðræður fara á stað við ykkur áhuga sama aðila. Takk. Takk fyrir þetta Ragnar Már og við erum enn í lið 10. Orðið enn laust. Þetta sé vilja kveða þessi ljós. Haukur, gjörðu svo vel. Forseti bæjarstjórnar og bæjarfulltrúar. Við ræddum þetta nú nokkuð vel á bæjarráðsfundinum og var farið yfir einmitt sko svæðið á bakvið að það þyrfti kannski líka svolítið fyrir hvernig það væri. Ég fór heim með þetta mál svolítið í haustum og með bakþanga. Við erum að taka undir með Ragnari. Það ýmislegt þarna sem að kannski þarf að skoða og skoða vel. Það líka voru teknar þarna hólur í þegar þetta skipulag að skoða fyrst átt að setja í gang og með komast að því að það væri kannski óbyggilegar eða illbyggilegar. Og ég var nú líka með svona pælingar sko hvort við þyrftum að breyta veginum og fleira sko, þannig ég held að þurfa svolítið að ræða þetta og fara vel í gegnum þetta. Ég sammála því þetta líklega það stórt að það fari deiliskipulag. Umferðaröryggi þarna, þetta hús beint fyrir framan gatnamótin, það sem byggt inn að þeim húsum sem búið að byggja núna, þannig að ef menn er býrast að það er að bakka út þá geti það verið mjög öfilegt og tala ekki að þessi borgarbraut heldur svo áfram eitthvað lengra sem séns, það víkjandi þarna. Þannig að ég hef líka hans áhyggjur af því sko, ég veit að það áhugi fyrir þessu lóða því að hún aðkoman þarna hugsanlega möguleiki frá þeirri gatningir sem við höfum nú þegar og þess vegna væri kannski ódýrara að setja þessa alveg í gang heldur en margar aðrar. Þess vegna ég hef það áhyggjur af því að þetta taki svo langan tíma því að ef við förum í deiliskipulag þá tekur það tíma. Þannig að mér langar að gera félögum mínum í bæjarstjórn þann grikk núna og leggja bara hreinlega til að við setjum þetta svæði bara í deiliskipulag til þess að það taki bara minni tíma. Það er að byrja það á því og hefja þá vinnu og þá er það bara búið fyrr. Þannig ég legg bara þá tillögu fram að við setjum svæðið í deiliskipulag og við kjósum það bara það, þá er það bara frá. Og held að það geti, mann þarf kannski smá til stundir að gera þetta upp í sig, ég ger mig grein fyrir því en endilega hugsa það. Þannig ég legg það fram. Takk. Takk fyrir þetta, Haukur Garðarsson og við erum enn í liði 10. Jakob hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, í rauninni þóttið samþykki báðar þessar tillögur þá það samt áður það sem þarf að gera. Það verður farið í deiliskipulagsbreytingu á þessu lóð. Þannig að við hönnum göttuna með tilliti þess að hún væri á öðrum stað byggingarétturinn heldur en í dag. Þannig að það mun fara fram deiliskipulagsbreytinga á þessu lóð og á þessu svæði. Hún við vinnslu og var kynnt í bæjarráði í janúar síðastliðnum. Þannig að sjálfur sér ósk eftir áhersum aðalum til samtals uppbygginguna getur farið fram en síðan þarf líka að fara fram deiliskipulagsbreyting sko. Þannig að ég kannski bara þið geti gert bæði sko. Það þarf að vera skipulagsbreytinguna og það líka að auglýsa eftir áhersum aðalum sko. Hvort að þið sleppið að auglýsa eftir áhersum aðalum til samtals uppbygginguna. Það geti kannski fyrst bara spurningum hvernig við viljum nálgast verkefni sko. Og við erum enn í lið 10. Ragnar Már Ragnarsson hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
þetta er náttúrulega algjörlega nýtt að sjálfsögðu fari menn í deiliskipulag. Það er ekkert í innganginum málið sem segir að það eigi að fara í deiliskipulagsbreytingu. Í inngangi málsins hvergi minnst á deiliskipulagsbreytingu. Þannig að ef að það hefur verið svo augljóst að menn hafi ætlað að fara í þá hefur nú kannski verið sniðugt að setja það bara inn, þá værum við ekkert að ræða þetta hérna. En meðan þetta kemur ekki fram, það stendur hérna bara með markmið að umsækjandi sæki til sveitarfélags heimild til uppbyggingar á lóðina á grunni, forsendu bla 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 og bílastæði snúa að Borgarbraut og íbúi verið alltaf 4 með bílskúrsheimild. Hvergi minnst á deiliskipulag. Þannig að það er spurning hvort það ætti þá reynilega bara að breyta innganginum að undangenginni deiliskipulagsbreytingu. Þá það bara allt í lagi. Þá fara menn bara grundugt í það að skoða þessi atriði sem við höfum verið að nefna. En innganginum segir ekki til deiliskipulag. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már, og það er liðið 10. Steinunn Magnúsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, aðrir fundamenn. Það sem að ég var á síðasta bæjarráðsfundi og var ég því að stýra honum og þá langar mig að koma inn á það að frá inngangnum þá hefur þetta breyst af því að þetta mál breyttist eftir umræðu okkar eins og Haukur kom inn á. Þá ræddum við þetta nokkuð ítarlega á bæjarráðsfundinum og niðurstaða okkar var sú að frekar heldur en að samþykkja það sem að fyrir lá nákvæmlega í inngangnum þá væri vitlegra að fá þá aðila ef að einhverju væru sem að vildu til að koma til umræðu og þá í framhaldinu að skoða deiliskipulagsbreytingu. Og þá vorum við að hugsa máli þannig að ef til vill væri sniðugra að fá þá aðila sem væri með ákveðnar hugmyndir í huga og sem að væri þá hægt að viðra og þarna væri við, með þessu móti væri við að koma líka til móts við þá sem hugsanlega vilja fara í framkvæmdina. Þannig að í mínum huga, ég segi svolítið eins og Jakob, en kannski bara hefði það mátt koma skýrar fram í inngangnum, í seinni inngangnum, að ef að einhverja breytingar yrði að ræða, að þá yrði farið í deiliskipulagsbreytingu. Ég vona að ég hafi ekki verið einn sem að upplifði það á bæjarráðsfundinum, en allavega við ræddum það svolítið þannig að þetta væri hægt að opna á fyrir svoleiðis breytingu. Ég vildi bara að það kemur fram hérna. Takk. Takk fyrir þetta, Steinunn. Ég óska eftir fundarhléi. Stykkishólmur bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og öruggra samgangna þar á milli, má heita samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnanlegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju,
heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngu færi og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldu sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn. Af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamott. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngu færi og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldu sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika
í boði. Já, geta nýtt tíman svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tíman fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn. Af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamott. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum sameini kosti kyrrláts bæjar úti á landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni. Heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngufæri og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tíman svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tíman fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn. Af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar,
en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngu færi og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldu sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið.
Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum sameini kosti kyrrláts bæjar úti á landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og aftur. Já, við erum hér aftur eftir hlé og við vorum að ræða 10. lið, lóð R1 í Víkurhverfi og bæjarstjórnarmenn tóku sér saman hérna og voru að koma sér saman sameiginlega bókun, smá breytingu af fyrri bókun í þessu máli. En við erum sérst í lið 10 og orðið er enn laust ef einhverju vilja bæta við því sem var komið fram hér áður. Nei, held ekki, en ég les þá bara bókunina. Bæjarstjórn samþykkir að auglýsa eftir áhugasömum aðilum á framangreindu forsendum til samtals uppbyggingu á lóð R1 í Víkurhverfi sem getur orðið grundvöllur að lóðorðuúthlutun í framhaldinu. Bæjarstjórn samþykkir að fela skipulagsfulltrúa að hefja vinnu við tillögu að breyttu deiliskipulagi á svæðinu. Hverjir eru samþykkir því? Og það er samþykkt samhljóða. Þá er það 11. liður, Austurgata 4. Rarik óskar eftir að fá grenndarkynna óverulega breytingu á deiliskipulagi miðbæjar austan aðalgötu samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga. Er að ræða lóðina 4B við Austurgötu sem er skipt upp í 2 lóðir og tilverður Austurgata 4C, lóð undir spennustöð. Skipulagsnefnd samþykkti á 30. fundi sínum að grenndarkynna óverulega breytingu á deiliskipulagi miðbæjar austan aðalgötu vegna Austurgötu 4B samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2012. Tillagan skal grenndarkynnt fyrir Austurgötu 1, 2, 3, 4A og 6 og smiðjustigi 2 og 2A. Skipulagsnefnd lagði til að bætt verði í skilmála deiliskipulagsbreytingarinnar að húsið skuli falla vel að umhverfinu samanber lita og efnisvali. Bæjarráð samþykkti á 34. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og vísaði henni til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið laust undir lið 11. Og það kveður sér engin ljós. Bæjarstjórn staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar. Hverjir eru samþykkir því? Það er samþykkt samhljóða. 12. liður, Arnarborg vegvísir. Félag lóðarhafa í Arnarborg óskar eftir leyfi bæjaryfirvalda til að setja upp vegvísi upplýsingaskilti við veginn sem liggur að Arnarborgarhverfinu. Skipulagsnefnd samþykkti á 30. fundi sínu fyrir sitt leyti að setja upp vegvísi upplýsingaskilti við aðkomuna að frístundasvæðinu Arnarborg. Mikilvægt er að staðsetning og útlit skilti sé í samráði við skipulagsfulltrúa. Bæjarráð samþykkti á 30. fundi sínum erindi með vísan til afgreiðslu skipulagsnefndar og orðið laust undir lið 12. Það kveður sér engin ljós. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar bæjarstjórn. Hverjir eru samþykkir því? Og það er samþykkt samhljóða.
Ungmennaráð. Ráðið skipað 7 fulltrúum á aldrinum 14 til 24 ára og 3 til vara að fengnum tillögum frá nemendafélagi grunnskólas í Stykkishólmi, nemendafélagi Fjölbrautaskóla Snæfellinga, Ungmennafélaginu Snæfelli og æskulýðs- og íþróttanemnd, samanber erindisbréf Ungmennaráðs. Lagt til að bæjarstjórn óski eftir tilnefningum í ungmennaráð þegar skólastarfsemi hefst í haust og orðið laust undir lið 13. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkir því? Það er samþykkt samhljóða. 14. liður, beiðni tilnefningar í Breiðafjarðarnefnd 2025 til 2029. Lagt fram erindi frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu þar sem óskar eftir tilnefningu í Breiðafjarðarnefnd 2025 til 2029. Bæjarráð fól á 34. syndum bæjarstjóra umboð til umræðu og ákvörðunartöku með þeim sveitarfélögum sem liggja að Breiðafirði og orðið laust undir lið 14. Og enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkir því? Það er samþykkt samhljóða. 15. liður, kosning forseta og varaforseta bæjarstjórnar 2025 til 2026. Kosning forseta bæjarstjórnar og 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar samkvæmt 7. grein samþykktar stjórn Stykkishólms. Orðið laust undir lið 15. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir að Hrafnhildur Hallarsdóttir verði kjörin forseti, Ragnar Ingi Sigurðsson 1. varaforseti og Haukur Garðarsson 2. varaforseti bæjarstjórnar. Hverjir eru samþykkir því? Og það er samþykkt samhljóða. Kosning í bæjarráð 2025 til 2026. Bæjarstjórn kýs 3 bæjarfulltrúa og 3 til vara í bæjarráð samkvæmt 35. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 og 27. grein samþykkta þessarar. Eingöngu bæjarfulltrúar eru kjörgengnir í bæjarráð sem aðalmenn og varamenn samanber 37. grein sveitarstjórnarlaga og orðið laust undir lið 16. Og enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn kýs eftirtalda í bæjarráð, aðalmenn í bæjarráði, Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, formaður, Hrafnhildur Hallarsdóttir, Haukur Garðarsson, varamenn í bæjarráði, Ragnar Ingi Sigurðsson, Þórhildur Eyþórsdóttir, Ragnar Már Ragnarsson. Og hverjir eru samþykktir þessu? Og það er samþykkt samhljóða. 17. liður, umboð til bæjarráðs í sumarleyfi bæjarstjórnar 2025. Forseti bæjarstjórnar gerir það að tillögu sinni að næsti reglulegi fundur bæjarstjórnar verði haldinn 28. ágúst næstkomandi og bæjarráði verði veitt fullt umboð til fullnaðarafgreiðslu mála fram til bæjarstjórnarfundar í samræmi við 5. málsgrein 8. greinar og 1. og 8. málsgreinar 33. greinar samþykktar stjórn sveitarfélagsins Stykkishólms, samanber og 5. grein 35. greinar sveitarstjórnarlaga og orðið laust undir lið 17. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir tillöguna samhljóða. Hverjir samþykkir því? Og þá er það síðasti liður þessara fundar, 18. liður, minnispunkta bæjarstjóra. Lagði fram minnispunkta bæjarstjórar og ég gef Jakobi Björgvini orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætla að gera hér svolítið grein fyrir minnispunktum fyrir júnímánuð 2025. Og þá fyrst að þessu að umfangsmiklar framkvæmdir standa nú yfir í íþróttamiðstöðinni Stykkishólmi þar sem unnið er að því að skipta parkett á íþróttasalnum. Framkvæmdirnar ganga vel en nú er verið að grinda salinn áður en ullinni verður svo komið fyrir. Að lokum verður svo parkett lagt með nýju og glæsilegu parketti. Framkvæmdir við pottasvæði sundlaugarnar standa einnig yfir og nú er farið að sjá
fyrir endan á þessum framkvæmdum. Íbúar geta því gert ráð fyrir því að komast í pottana von bráðar. Þá sána og infrarauður klefi á leið til landsins en honum verður komið fyrir á bakkanum við hliðin á pottunum. Undirbúningur fyrir klefan loki og því ekki nema að hífa hann á sinn stað og stinga honum í samband, ef svo má segja. Vinnuskólinn hófst 16. júní síðastliðinn og hefur heldur betur tekið til hendinni í bænum. Öflug ungmenni vinnuskólans hafa síðan þá unnið að því að kraka og sópa og snirta bæinn svo sómi sig af. Markmið vinnuskólans hins vegar ekki einungis að bæta bæjarbrag og fagra nærumhverfið, heldur einnig að veita ungmennum góða reynslu á vinnumarkaði. Fyrir marga þetta fyrsta launaða starfið og gegnir mikilvægu hlutverki að móta vinnumenningu, ábyrgðartilfinningu og samvinnuhæfni. Að sögn verkstjóra vinnuskólans hefur verið góður andi í hópnum og ungmennin sýnt bæði dugnað og frumkvæði. Fyrir þessu mánuði hófst gjaldtaka við almenningssalerni á Höfninni í Stykkishólmi. Salernin 2 eru mikið notuð af ferðamönnum og fáheyrt orðið að aðstæð sem þessi sé gjaldfráls eins og hefur verið í Stykkishólmi. Gjaldtaka fyrir bílastæði á Höfninni í Stykkishólmi hefur verið til umræðu í stjórnsýslu sveitarfélagsins nokkuð skeið, í rauninni í 5-6 ár sem við byrjum að tala þetta fyrst og sérstaklega eftir við malbyggum plönin á Höfninni 2021. En bæjarstjórn samþykkti nýja samþykkt bílastæðasjóðs Stykkishólms og gjaldskrá bílastæðasjóðs á fundi sínum í júní 2004, þar fyrir ári síðan, og ráðherra var að staðfesta gjaldskrána núna 11 mánuðum síðar í síðasta mánuði. Nú, það hefur verið samið jafnverði parka að sjá gjaldheimtu á Hafnarsvæðinu sem hefst nú í sumar og bara í næstu viku. Til að byrja með verður komið upp skiltum og merkingu sem gefið til kynna gjaldskilt svæði sé að ræða. Greitt verður fyrir svæðin í þessu parka appi en engin greiðsluvel verður á svæðinu fyrst sinn. Og við munum sinna eftirlit á höfninu og það verður höndum starfsmanna hafnarinnar og við munum þá taka svona mildilega á málum fyrst sinn með þessu kosti. Í ljósi þess að svæðið ekki hefðbundið bílastæði, heldur einnig atvinnusvæði þar sem til dæmis bátaeigendur þurfa að komast að atvinnutækjum sínum, hafa verið fundnar lausnir á því og það ekki gert ráð fyrir því að bátaeigendur greiði fyrir bílastæði. En þetta náttúrulega bara samvinnuverkefni og við munum líta á það þannig. Stóra bílastæði við minnismerkið á heimleið verður langtímastæði, rútustæði verður á Hafskipabryggjunni en önnur verður þá skilgreind sem skammtímastæði. Greinagóð og skýr skilti verður sett upp á svæðinu, vonandi eftir hádegi á mánudaginn, svo þeir sem farið þar átti sig vel á gjaldtökunni. Mannlífið í Stykkishólmi hefur verið blómlegt undanfarin ár. Blómlegt í Stykkishólmi bara raunverulega frá upphafi, en sérstaklega undanfarin og þó nokkuð af viðburðum hafa verið haldnir í Stykkishólmi og eru líka einnig framundan. Tónlistarhátíðin Sátan fór fram dagana 5. til 7. júní og setti hún sannarlega svip sín á bæinn eins og hún gerði í fyrra einnig. En hún var haldin í fyrsta sinn í fyrra sumar og tókst vel til og saman má segja hátíðina nú í ár sem fór mjög friðsamlega og vel fram. Gólfsambandið hélt upp á Góldaginn í Stykkishólmi sunnudaginn 22. júní og bauð upp á skemmtilega kynningu á grunnatriðum gólfíþróttarinnar undir handleiðslu PGA gólfkennara ásamt leikjum, grillveislu fyrir þáttengendur. Stykkishólmur Cocktailvík fór fram dagana 16. til 20. júní. Á hátíðinni kepptu þátttökubarir og veitingastæðir í bænum að blanda bestu kokteilana og nutu þyrstir bæjarbúar og gestir góðs af. Og nú í gær var góð umfjöllun þessa hátíð á vettvangi Morgunblaðsins. En afbraunakeppnin Fjallkonan fór fram í Snæfellsbæ og Stykkishólmi 15. og 16. júní. Keppnin var fyrst haldin í fyrra þar sem margar af sterkustu konur landsins tóku á honum stóra sínum og mikil ánægja var með keppnina og fór fram þá í annað skiptið í ár. Fleiri keppendur voru skráð til leiks í ár og virtist engu til sparað. Þá var þjóðhátíðardagurinn haldinn með pompi og prakt
þann 17. júní síðastliðinn, þar sem mikið var að vera og fjölmargt fólk í bænum og vil ég hér þökkum að framfæri til þjóðhátíðarnefndar sem að skilaði góðu starfi í ár eins og síðustu ár. Það er samt ýmislegt á döfinni í Hólminu sumar og ljóst að hér þarf engum að leiðast. Skottúfan verður haldin laugardaginn 28. júní. Í ár er því fagnað að þjóðbúningadagur hefur verið haldin í Stykkishólmi í 20 ár og verður dagskráin því vegleg af því tilefni. Norska húsið verður opið frá 11 til 17 en yfir daginn verður ýmislegt að sjá við Tang og Rís og í gamla frystuhúsinu við Aðalgötu 1. Auk þess munu félagar og þjóðdansfélagi Reykjavíkur kenna áhugasömum íslenskan þjóðdans fyrir utan Norska húsið klukkan korter yfir 4. Hægt að kynna sér dagskrána á vefsíðu sveitarfélagsins stykkishólmur.is. Hægt að nefna líka dagana 11. og 12. júlí verður tónlistahátíðin Heim í Hólmi haldin í annað sinn og tónleikana munu fara fram í heimahúsum, heimagörðum eða óvenjulegu stöðum víðsvegar bæinn. Fjöldi vandaðra listamanna mun koma fram á hátíðinni en þar á meðal munu koma fram á hátíðinni í ár eru þá Svafa Knútur og Soffía, Snorri Helgason og eini sanni Herbert Guðmundsson. Þá mun einnig Hólmarar stíga og stokka á hátíðinni en þar má nefna Hólmarana Birtu og Friðrik Sigþórsbörn Hallfreðssonar, Svenna Davíðs og síðast en ekki síst hljómsveitina Skelbút. Á nafn hljómsveitarinnar sögu sína rekja til ársins 2001 þegar skelbætur voru teknar upp til að bæta útgerðum í Stykkishólmi upp hrun í hörpuskel. En eins og allir hér inni þekkja þá hefur bæjarstjórn Stykkishólms ávallt lagt þunga áherslu á mikilvægi skelbóta fyrir atvinnulífið í Stykkishólmi og þar með samfélagið í heild. Það er eflaust óhætt að segja að skelbót líkt á áðurnefndar skelbætur sem á aðri tónlistamenn í Hólminum sér afar mikilvægt fyrir samfélagið hér í Stykkishólmi og samfélagið í heild. En það er alltaf ánægjulegt að fylgjast með upprennandi hljómsveitum stíga sín fyrstu skref og hvað var að skelbót þá geti staðfest að mikil fagnaðarlæti brutust út hjá starfsmannafélaginu Magnúsi sem er þess að starfsmannafélag hér á Ráðhúsinu eftir þeirra fyrstu tónleika á dögunum og er þeim hér þakkað fyrir sitt framlag. En það er því tónlistaveisla framundan í Stykkishólmi í júlí og ætti engin tónlistaunnandi að láta þetta fram hjá sér fara en þetta voru mínir punktar að sinni. Takk fyrir þetta, Jakob. Mjög fróðlegt og áður en ég slít fundi að þá er orðið laust undir minnispunktum bæjarstjóra. Ég get ræða þessa hljómsveit meir. En ég þakka fyrir góða fundasetu og slít fundi 18:02. Takk fyrir.